Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða núna skipulagða glæpastarfsemi og hingað eru komin Svala Ísvelda Ólafsdóttir sem lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Og með henni til fulltingis Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði við Háskóla Íslands. Þetta gamli kennarinn ekki og leiðbeinandi í doktorsvörn. Heldur betur. Herðu, Svala, ég hafði samband við þig að því að þú ert að kenna skipulagða glæpastarfsemi. Já. Er það fyrir þá sem að hafa hug á því að stunda skipulagða glæpastarfsemi? Nei, ætli það. Þetta mjög vinsælt námskeið í lagadeild Háskólans í Reykjavík. Ég hef kennt það núna árabil og upphaflega ætlaði ég nú að kenna það fjórðu hverju önn en það hefur nú farið þannig og fljótlega var ljóst að ég þyrfti að kenna þetta á hverju ári, móti kennt í meistaranáminu og mikil eftirspurn eftir þessum kúrsi og ég upplifi að þeir nemendur sem kom í þetta vafalaust fyrir einhverju er það nú titillinn sem kannski laðar fólk að þessu námskeiði en mér finnst nemendur almennt hafa mikinn áhuga á að bara átta sig á íslensku samfélagi að þessu leyti, hvar við stöndum, hvert við stefnum, hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar, eru í gangi og hvernig gengur okkur að spyrna gegn, já, bæði alþjóðlegri og innlendri glæpastarfsemi. Þannig að einhver leyti þá fjallar námskeið það að skipulagða glæpastarfsemi er að aukast og kannski kerfin til þess að sporna við því hafa ekki haldið í við þróuna. Er það einhverjar aðferðir, einhver lög eða einhver tæki sem að aðra þjóðir hafa til þess að hemja uppgang skipulagðra glæpastarfsemi? Já, við erum fyrst og fremst að skoða þessar áhættumatsskýrslur greiningardeildar ríkislögreglustjóra og bera þær saman í gegnum tíðina, hver þróunin er á Íslandi og setja það í samhengi við aðgerðir lögreglu yfirvalda til þess að sporna gegn þessu eða freista þess að sporna gegn þessu og átt okkur á stöðunni í dag og hvað er mesta og helsta viðfangsefnið og hver þróunin hefur verið því að hún hefur ekki verið okkur í hag, ef satt best að segja. Og sem dæmi má nefna að í þessari áhættumatsskýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra sem kom síðast út árið 2021, þar er staðhæft að Íslandi standi mjög mikil hætta af skipulagðri brotastarfsemi. Það er óvenju langur tími á milli skýrslna núna, við erum enn að bíða eftir næstu skýrslu og það eru komin 4 ár en mér skilst að hún sé á þröskuldi útgáfu og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig staðan er metin í dag því að ég held að við skynjum öll að ástandið hefur ekki batnað, það hefur versnað. Já, sko, þetta er áhugavert efni, sko, og við kennum þetta í afbrotafræðinni og mér líka, við erum með svona skipulagða brotastarfsemi og ég man eftir því þegar ég var í framhaldsnámi í afbrotafræði í Bandaríkjunum á 9. áratugnum, þá var skipulagða brotastarfsemi líka svona efni sem við tekið fyrir í náminu og það var mestmegnis út frá svona mafíunni, sko, það var svona ítalska mafían og þetta allt saman hófst mjög mikið til í kringum áfengisbannið, sko, þá komu til upp hópar og sem voru að veita sem sagt áfengin í samfélagið ólöglega og þar voru undirheimar og það voru mikil átök og allt þetta og þetta voru allt svona skipt upp í nokkrar fjölskyldur sem voru svona skipt á milli sinni sem ólöglega markaði og svo voru þetta átök á milli þegar þessi svæði, sko. Og þá var okkar fókus í afbrotafræðinni dálítið mikið á þetta og síðan hvernig þessi þróun hefði verið síðan, svo eru þetta áfengi löglegt og allt það, sko, og þá þetta mistu við vinnuna, þessir ágætu skipulagðu brotastarfsmenn, sko, og það fóru margir í bara löglega starfsemi, en síðan, sko, kannski fóru þeir sumi hverjir og síðan urðu til nýjar hópar sem gerðu dálítið mikið út á fíknimarkaðinn, sko, þegar maríjúana var nú bannað hjá alríkinu, sko, 1937, örfáum árum eftir að áfengi var gert löglegt og þá kemur maríjúana inn alríkið, setur sem sagt löggjöf utan maríjúana og svo var nú kannski lítil notkun af því næstu ára eftir, sko, en síðan þetta kom áfengið eða fíkninum inn á fullum dampi í 7. áratugnum, sko. Og þá þetta verður til markaður, sko, og það má eiginlega segja kannski með skipulagða brotastarfsemi, þú veist, alveg frá þessum byrjun fyrir 100 árum með áfengi, sko, að skipulagða brotastarfsemi snýst það að bjóða forboðna ávexti, sko. Það er eitthvað sem fyrirðist eftirspurn eftir í okkar samfélagi
sem eru held ég svona vímuefnin og áfengi fyrst þarna og núna fíkniefni í dag ýmsum toga. Og svo ýmislegt svona sem tengist því sko. Það er ólöglegur ávinningur sem getur verið farið í peningaþvottin í lögleg fyrirtæki sko. Það er mansal, það er handrukkun og það er alls konar svona athæfi sem svona alþjóðleg svona eða svona skipulegir brotahópar fara út í og það er alveg rétt sem Svala segir. Þetta hefur verið að þyngjast, það er að segja sko, það eru til dæmis eftir upphlaup Sovétríkjanna sko og austurtjalsins, þá eru mjög margir þarna sem að leita sér að einhverju iðju og kannski komast ekki áfram nema kannski gegnum einhverja brotastarfsemi og þarna sjá menn ávinningar möguleika, þarna markaður sem hægt að hafa töluvert mikið upp úr sko og menn að ná í þetta sem sagt að koma sér í þennan hagnað og síðan að koma út í löglega starfsemi og þetta hefur alveg örugglega þyngst sko, sérstaklega með þessa mismun sem á sér stað á milli þjóða og innan þjóða og allt þetta að gera út á þennan markað. Og þetta hefur þyngst. Ítalarnir í New York sem við höfum séð allar þessar bíómyndir. Það var náttúrulega hópur sem að þegar hann kemur þá eiginlega búið að taka bestu bitana í samfélaginu og hann kemst ekki áfram. Og hann strandar í New York. Í sollinum. Já, það er sko og þá hafa þeir það sem er græða og þá náttúrulega þeir selja vernd af því að þeirra hópur naut ekki verndar lögreglunar sem var meira og minna hinum einn og það er svona, við þekkjum það hjá innflytjendum að það er fyrsti innflytjendin hann hefur stundum pening af þeim sem að koma síðar. Þeir voru náttúrulega með áfengisöluna þegar það var bannað. Þeir voru í The Numbers að selja happadrætti þegar það mátti ekki en ríkið tók bæði yfir brennivínnið og The Numbers og lottóið og svo voru þau með vændi sem þau voru að selja. Það var nú kannski hér áður fyrir sko að þá eins og Helgi rifjar upp að við töluðum skipulagða brotastarfsemi í tengslum við smygl á áfengi og smygl á sígarettum og þetta var kannski svona helsta viðfangsefni íslenskra löggæslu yfirvalda hér áður fyrr í tengslum við skipulagða brotastarfsemi. Það voru skipin voru að koma með áfengi og sígarettur og það var tollararnir voru að leita í þessu í hverjum krók og kima og fleira í þeim dúr en þegar að maður skoðar fjölmiðla umfjöllun þá sér maður að það í raun og veru ekki fyrir en 2002 sem að fyrst talað skipulagða brotastarfsemi almennilega í íslenskum fjölmiðlum og farið að veita því einhverja sérstaka athygli. Og ég man líka þegar að maður þetta var aldrei rætt til dæmis þegar ég var í laganámi, mansal var bara ekki, ég held að það orð hafi bara ekki verið til, það var bara aldrei nefnt. Og þannig að svona Palermo-samningun lagður fram árið 2000 sem átti að vinna gegn fjölþjóðlegri glæpastarfsemi og hann var það voru mikil tímamót með framlagningu hans og við síðan fullgildum hann 2010 og þurfum þá að breyta okkar hegningarlögum, innleiða til dæmis ákvæði að það sé refsivert að vera meðlimur í skipulögðum brotasamtökum. Við setjum inn refsi ákvæði mansal og peningaþvætti, þannig að... Má ég spyrja einu, hvernig getur maður verið meðlimur í einhverjum samtökum? Það er ekki eins og haldið félagskrá? Já, þessi skipulögðu brotasamtök eins og til dæmis mótorhjólagengin. Þetta var náttúrulega upphaflega þetta ákvæði kannski fyrst og fremst miðað að þessum mafíum sem við höfum nú kannski ekki haft hér en þetta hefur til dæmis undir þetta myndu falla til dæmis mótorhjólagengi sem að hafa svona tiltekna uppbyggingu og skipulag og það varðar viðurlög innan hópsins ef að þú brýtur gegn gildum þess eða hefða þér ekki samræmi við þeirra innri siðareglur og fleira í þeim dúr. Þannig að við setjum slíkt ákvæði í samræmi við Palermo-samningin en það kannski ekki fyrir en upp úr 2010 sem að við förum að beina sjónum og veita athygli svona skipulagðri brotastarfsemi hvort sem það yfir landamæri eða ekki þegar við bara töldum einhvern veginn að við værum svona ákveðið safe zone og ég man alveg þá tíð þegar að maður áleitað að fíkniefna innflutningur að mestu leyti smygl á fólki, skjalafall sem lauta vegabréfum og þessi hlutir væru prívat vandamál lögreglustjórans á Keflavíkurflugvelli.
eins og það hét þá. Maður taldi að þetta væri eitthvað sem hann væri að glíma við í sínu starfi en varðaði að öðru leyti ekki samfélagið. En nú auðvitað vitum við betur, þetta flæður auðvitað inn í samfélagið það sem er að koma þar inn, hvort sem það er Transeit eða Ísland er áfangastaður. Og þannig að þetta er ekki lengur einkavandamál lögreglustjórans þar. Alls ekki, sko, þetta er opnum landamæra, ég menn þetta er auðveldlega á milli landa, þetta er fjölþjóðlegt og þetta snýst mjög mikið fíkniefna viðskipti. Fíkniefna viðskipti áður fyrir voru kannski þannig mjög mikið að þetta voru kannski svona neytendurnir sjálfur sem voru að standa í því að fá efnin kannski að utan, sko. Svona eins og Herbalife. Já. Þú fjármagnar eigin neyslu með því að selja næsta. Já, það má eiginlega mörgulegt að segja það, sko. Það hefur ekki dósvipað með það. Svona, þetta var svona alveg eiginlega fram að þessu öld. Það var þetta bara mjög mikið í höndum bara þessar einstaklingar sem eru að nota þessi efni og þeir eru svona, en í dag hins vegar er þetta orðið miklu meira viðskiptavæddar, sko. Það er sem við erum að hópa, sko, sem eru íslenskir og erlendir, sem reka þetta bara svo hvern annan business, sko. Eru kannski sjálfur ekkert endilega að neyta þessar efna, sko. Má ég aðeins að því að þú talar hérna mafíuna og hún hafði náttúrulega svona vasa í samfélaginu þar sem hún naut virðingar og verndar. Hún tilheyrði einhverju samfélagi sem að sætti sig við hana með einhverjum hætti. Þú nefndir smyglarana sem að fluttu inn og sömuleyti voru margir sem horfðu í gegnum fingur sig við það að fannst þetta að vera hluti að bara hafa hér almennilegt samfélagi, að fá bjór og eitthvað fleira og eitthvað þetta standi í þessu og það var svo sem vitað það til svona hugtök sem að ég man eftir á þessum tíma, það var til þess bryggjubíll, vitið hvað það er? Það er sá sem er fraktara sjómaður á náttúrulega BMF heima hjá sér en þegar hann fer niður á bryggju og þegar tollararnir sjá að þá kemur hann að gamalli lötu og það er beina skipti sem hann notar bílina því að má ekki sýna ríkidæmi sitt og þú nefndir þróun fíkniefna markaðarins það voru svona dílerar og svona voru þetta einhverjir sem að notuðu ekki efni sjálfur en nang oftast var þetta eins og þú ert að lýsa og þannig að hefur hópurinn einhver liti skjól í einhverjum hluta samfélagsins sem er sáttur við starfsemi hans. En síðan verður líklega eitthvað breyting eins og því að þið eru að lýsa eins og skipulega glæpastarfsemi sé svona eiginlega bara ógn að utan eða að innan sem er ekki þannig að kannski þarf hún þess ekki en ég myndi halda það til þess að vera í skipulegri glæpastarfsemi þá þarf að vera einhver hluti samfélagsins sem að styður þau í því. Og ekki? Það getur ekki verið algjörlega alien bara... Nei, akkurat. Það styðja þýlitinu til að þeir stundum eru að bjóða upp á vöru sem er eftirspurð eftir, sko. Þannig að þá væntanlega þeir sem eru að kaupa þessa vöru, þeir styðja þetta. Þeir eru að kaupa af þessari skipulögu brotastarfsemi. Þeir eru raunverulega viðskiptavinir skipulögu brotastarfsemi. Þess að þetta snýst, sko, spurning hvað þessi 50%, 80% skipulögu brotastarfsemi sem snýst fíkniefni og það er rosalega gróðið þar. Ég meina, við erum með marka sem bara skiptir milljörðum, sko, og ég meina, menn fara á neti að geta með sé að það er mjög aðgengilegs efni í okkar samfélagi. Það eru bara heilu hóparnir sem eru bjóða upp á þessu sölu bara með að þú getur fengið þessi efni bara á klukkutíma eins og þetta panta pítsu, sko. Þannig að þetta nefndu mínu vera að skoða núna bara allra síðustu misserum og við sjáum að aðgengi er mjög mikið. Þannig að þetta er einhver lengdur veruleiki okkar samfélagi sem kannski venjuleg borgarar kannski verði ekki beint varið við en það virðist vera allt svona gegn sósa af þessum efnum í ákveðnum kreðsum og það eru kannski þessir aðilar og hópar sem halda úti skipulegri brotastarfsemi, við málu orða það þannig, sko. Og menn tala sko, við sem áfengið og áður fyrir, menn var að smygla og alls konar áfengisbrot. Þá er bara hollt fyrir okkur að hafa í huga að árunum sko 1929 til 1935, fyrstu ár Litla-Hrauns, þá satt helmingur fanga inni fyrir áfengistengt brot. Fyrir sem sagt smygl, framleiðslu og sölu. Hvað er að gerast á Hrauninu núna? Það er að segja 2025. Hvað eru margir sem sitja inni fyrir fíkniefnatengt brot? Það er sama hlutfall. Við erum að tala 40-50% fangana, þetta sem er eins og kom fram í fréttum helgina. Það er allt yfir fullt, menn komast ekki að. Það er þetta bara meira og minna, allt saman fíkniefnatengt brot, 40-50%. Og svo eru margar, sem eru margir teknur á landamærunum, oft konur, sem ég held að hún nefndi mansal sem hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Það er alveg klárt. Það eru konur í mjög erfiðri stöðu sem skulda eitthvað staðar í útlöndum og fara fyrir eitthvað aðila með eitthvað efni til Íslands 1-2 kíló á einhverjum basa og setja inn 1-2 ár og svo er að senda burt, sko. Þannig að þetta er mjög mikið dæmi þetta. Ég fá þungadóma, já, enda er fíkniefni í okkur eitthvað sem við lítum ákvæmlega sem er bara alvarlegasta brotið í okkar samfélagi, sko, fyrir þetta kannski manndráp. Þannig að það eru mjög þungi dómar sem falla þar og við erum þarna með bara 10 og hverju ári, við erum talað kannski 100-200 einstaklingar sem sitja inn í réttarvörslukerfinu í okkur og mjög margir í
gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði og mikið konur. Við hefum aldrei verið með eins margar konur í varðhaldi eins og núna. Síðast þegar ég spurði það þetta, þá var 20-25 konur. Bæði í gæsluvarðhaldi og afplánun. Já, og þetta er meira vinna vegna fíkniefna, sko. Þar að þær eru í þessum flutningu fyrir einhverja dílara út í heimi, sko, taka að sér að vera með 1 eða 2 kíló inn í innvortis og eru teknar og setja það inn í einhver tíma og senda það síðan burt, sko. Þetta er þetta mikið álag fyrir réttarvörslukerfið að standa í. Og tengsl þessa kvenna við Ísland eru bara eins og þessi túristar. Þær eru bara fengnar einhvers staðar úti til þess að koma hingað, hafa aldrei komið hingað áður. En það lenda alltaf á listum þegar verið að tala fjölda erlendra ríkisborgara í fangelsum eins og það sé hluti af einhverju hælisleitendakerfi. Já, hælisleitenda eða innflytjendur, sko. Það er alls ekki, sko. Þetta eru túristkriminals eins og kallast í afbrotafræðinni. Það sem ég er að reyna að fá ykkur til þess að þetta tilheyrir undirheimum og til þess að þessi undirheimar að þá þarf að vera einhverju sem að hafa sætta sig við þá með einhverjum hætti. Eða er það þannig að það kemur skipulag glæpaklassum sem að þröngva sér algjörlega upp á samfélagið og hefur raunverulega hvergi skjól eða stuðning að því. Eins og á við fíkniefnaneytendur, þeir vilja hafa þetta kerfi gangandi. Það skjóla þeim allavega. Þeir næra þetta kerfi. Það er að segja fíkniefnaneytendur og það er stóru markaðar úti, alls konar efni, sko. Og þetta er það sem viðheldur þessu kerfi, sko. Svo ég orðið spurningun aftur og það sem ég er að reyna aftur mig á, að því það er breyting. Er breytingi svo að undirheimarnir eru orðnir sterkari, það sem er meiri skautun í samfélaginu eða klofningur, eða eru þeir sem stunda skipulega glæpastarfsemi orðnir óforskamaðri, þannig að þeir geti stunda sína starfsemi í óþökk samfélagsins. Kenningin er svo að 1980 hefðu við hafnað þessu. Að þú hefur ekki geta gert þetta, þess vegna var það ekki til. En núna séu við komið í samfélag, þar sem það eru svona vasar í samfélaginu, þar sem að þú getur verið á þínum BMF og stunda þína skipulegu glæpastarfsemi og verið svolítið fínn maður í þínum hópi. Já, sko, við tölum löggæslana sjálfa, þeir sem eru að reyna að uppræta sem við köllum skipulagða brotastarfsemi, sko, þá talar að þeir hafi ekki raunverulega nægilega góð tæki og tól til þess raunverulega afhjúpa þetta sem þú ert að lýsa, þessi ríki dæmi einhverja svona fíkniefna kónga eitthvað slíkt, sko. Þannig að þessi erfitt að snerta þá vegna þess að heimildir skortir til þess beinlínis að skoða þetta almennilega. Það er það sem ég heyri löggæsla, ég veit ekki hvað er til í því en allavega veit löggæslan veit ýmsa aðila sem eru að fitna mjög vel af skipulagðri brotastarfsemi en einhvern veginn virðast ekki alltaf minnst geta náð tangarhaldi á þeim, sko. Stunduteksta, við erum með fjöldan allan í fangelsi fyrir þetta í dag, þannig að þeir eru ekki beinlínis látnir í friði. En aldrei svona höfupörinu, svo kallaða. Hann sleppur alltaf. Já, hann getur líka oft á tíðum verið erlendis og erfitt að hafa hendur í hárans, en ég held að sko samfélagi sem slíkt vilji alfarið losna undan þessari áþján skipulagðra brotastarfsemi. Það er mín tilfinning. Hún er ekki samþykkt, það er ekki horft í gegnum fingur sér, þetta er ekki eitthvert efnahagskerfi eða neytendakerfi sem er undirliggjandi sem að svona hinn venjulegi borgar er að skipta við. Það er ekki mín tilfinning. Og við sjáum bara umræðu í fjölmiðlum og eins á hinnu pólitíska vettvangi og öllum þeim aðgerðum sem verið er að framkvæma núna, það verður að styrkja innviði lögreglunar með fjölgun lögreglumanna, með meiri peningum, það verður að bæta við tækjum, það verður að breyta löggjöf til þess að gera þeim kleift að nýta betur forvirkar rannsóknir og stíga inn ef að þeir telja, þó þeir hafi ekki beinar grunsemdir, að á einhverjum í tilteknum aðstæðum geti verið brotastarfsemi eða brotahópar. Við sjáum til dæmis aðgerðirnar gagnvart Hells Angels núna síðast eða laugardaginn þarna 13. september og 2 vikum síðar. Mér finnst vera mikil vitundarvakning og mikil vilji til að spyrna gegn þessu og og almenningur sé þar í takti við löggæsluna að við viljum uppræta þessa ógn sem okkur stendur af brotahópum sem að náttúrulega auðvitað svindla á hagkerfinu, þannig að þetta er óhagkvæmt skattalega séð, ofbeldi sem að fylgir þessu sem að við viljum gjarnan losna undan og svo líka svo staðreind og eins og sést á þessari skýrslunni frá 2021 áhættumati ríkislögreglustjóra og splunkunir í skýrslu frá greiningardeild ríkislögreglustjóra frá því fyrra sumar sem fjallar ofbeldi barna. Þar sem að það eru áhyggjur af því að
að alvarlegum brotum hjá börnum, ofbeldisbrotum sé að fjölga og fleiri börn ítreki ofbeldisbrot og svo alveg sérstakur kafli tileinkaður tengingum við skipulagða brotastarfsemi. Að þessir aðilar sem eru í skipulagðri brotastarfsemi, þessir gengi, þessi hópar, séu að teygja sig til barna og það eru vísbendingar og merkjum það á Íslandi líka og það uggvænleg þróun sem við vildum helst geta ýtt frá okkur en við virðumst því miður vera stigin inn í þann veruleika. Já, þetta alveg rétt. Þetta svona hliðarverkun skipulagðrar brotastarfsemi og kannski eftir mótilaklúbb eitthvað slíkt sko. Þarna verður þá svona tækifæri aðgengi fyrir börn, oft í börni sem eru á jaðrinum í samfélaginu, að ná sér í einhver viðvik eða eitthvað hagnað eða eitthvað skona tekjur hjá þessum hópum, að gera ýmis konar viðvik fyrir þessi samtök og þá það sem við erum að gera, það sem gerist þar að þá erum við að framlengja kannski lífverðni þessara barna sko, sem kannski tengist áfengi, fíkniefnum og afbrotum inn í líf fullorðna, inn í fullorðnisaldurinn sjálfan sko. Þannig þetta ákveðin hætta þessar skipulögu brotastarfsemi og við sjáum þetta mjög klárlega á Norðurlöndunum þar sem við séum sko einhverja sænska glæpaklíkur að ráða einhver börn sko til óhæfuverka í Danmörku og þannig fer þetta yfir landamæri og svo þetta með þessi svona ofbeldi undirrimi og Svalir að koma inn að þar höfum við dæmi alveg það að svona venjulegir borgarar lendi á milli, þannig að það er alls konar miski í gangi og mikið í húfi með þessa undirheima sko sem nærast á eins og ég nefni svona alls konar sko já, eitthvað sem forbóð í okkar samfélagi, sko, það svona eitthvað, það er venjulegi borgari sem haldur svo úti, sko, þú veist, það verður eiginlega, og auðvitað fíklar og alls konar fólk sem við vanda, við vímurvanda. Þeir verður ákvæðu, þeir talir svolítið, þú talar að það sé í samfélaginu ákveðin stuðningur við þetta. Það er það. En Svala eiginlega hafnar því og talar að venjulegt fólk skilja losna við þetta. Já, það er ekki allir sem nota fíkniefni sko. Það er ekki allir, það í samfélaginu sjálfu svona heildrænt séð. Það mikil fíkniefnaneysla sem nær alveg upp eftir öllum aldri og gegnum alla stéttir og alls konar fólk. Gríðarleg neysla. Og þetta nærir hagnað skipulagðrar brotastarfsemi sko. Það er það sem við megum ekki horfa framhjá. Og svo líka einn þáttur í þessum fíkniefnabrotum sem auðvitað kannski stærsta viðfangsefni skipulagðrar brotastarfsemi. Það að Ísland ríkt land og þetta markaður sem gefur svo vel. Hér hægt að selja fíkniefni á svo dýru verði að þetta svo freistandi markaðsland og það svona á sama tíma og við getum auðvitað verið ánægð með okkar velmegun og hvar við stöndum þá þetta okkur óhagstætt að þessu leyti. Að því leyti erfiðara kannski að spyrna gegn því það mjög freistandi að selja fíkniefni hér þó að einhvers væri margtekin í tollinum og svo tekst það í 7. sinn eða 12. sinn að þá raunverulega borgar það upp tapið af upptöku efnana í fyrri ferðum. Þannig að því leyti erum við líka svona, okkar farsæld líka svona okkar óvinnur að þessu leyti. En ég held á heildina litið að þá styðji almenningur alls ekki við skipulagða brotastarfsemi. Ég er ekki að segja, ég er svona vasar það sem hvort þú þurfir að hafa í eitthvað svona klofning eða ójöfnuð í samfélaginu í sambandi við völd og annað slíkt þeirra tala til þessum börnin sem fytt ekki inn og neyjast til glæpa, þetta búið að vera þekkt bara áratugum saman og öldum saman eitthvað. Það því að þarna fá börnin eitthvað respekt sem fá bara ekki annars staðar. Því að ég get ekki verið tossinn alltaf í Austurbæðaskóla, ég vil frekar vera dúksinn í glæpahreyfingunni. Bara þengi vera möts. Akkurat, þetta freisting. Þetta tækifæri. Og þannig og því fleiri börn sem að standa höllum fæti í þessu samfélagi, því það eykur líkurnar á því að þau geti einmitt leiðst inn á brautir sem að geta leitt miklu frekar til glötunar heldur en til velsældar. Það við verðum líka átt okkur á því og þess vegna svo mikilvægt auðvitað þetta talum að þau þurfa að styðja við barnaverndarkerfið, styðja við meðferðarúrræði, auka sérfræði aðstoð til þeirra barna sem augljóslega þurfa á hana að halda. Þau bíði jafnvel ekki árum saman eftir aðstoð til þess að koma sínu lífi í styrkari farveg. Og við erum ekki að standa okkur vel í þessu eins og fréttir dagsins segja. Þetta allt hlut af stóru myndinni, en ég held að almenningur í dag, og það vakti nefnilega líka athygli mína hér áður fyrir því þegar ég var að kenna skipulagða brotastarfsemi og ég lét nemendur mína lesa þessa áhættumatsskýrslu ríkislögreglustjóra hættun á skipulagðri brotastarfsemi á Íslandi og hvar við værum stödd, þá lásuðu skýrsluna og voru oft á tíðum bara
svona hissa og sagði, já, þetta virkilega svona slæmt? Því hún kaflaskipt og tekur mismunandi birtingamyndir þessarar glæpastarfsemi og svona, það var svona eins og við værum að lesa fréttir sem við höfum ekki áttað okkur á. Núna í dag lesum við þetta áhættumat og allir finna að þetta rétt og jafnvel eins og staðan í dag, þá þetta vanmetið. Þannig við skynjum öll núna að öryggiskennd okkar ógnað og við erum ekki á góðum stað. Við lifum á tímum margskipt sannleika. Þá verði ég að spyrja í þessu tilfelli, eru þeir sem að lesa skýrsluna núna og upplifa þetta sé satt, það vegna reynslu þeirra sjálfra eða í næringur sínu, eða hefur bara þessi mynd af samfélaginu unnið? Þannig ég trúi henni núna sem ég átti í erfiðleikum með að trúa fyrir 10 árum. Já, sko ég vil nefni í þessu samhengi eitt atriði sem oft notað til þess að svona greina það hvort það sé mikið svona skipulagða brotastarfsemi eða ekki. Það hægt að nota bara hlutlæga mælikvarða til þess raunverulega að staðfesta þetta eða afsanna eða hvernig við viljum orða það. Og það til dæmis varðandi óupplýst manndrápsmál. Ef það einhver fjöldi þarna úti á upplýstum manndrápsmálum eins og við höfum reyndar á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum og Bandaríkjunum, þeir á ekki svona helmingnum. Já, sko þannig að ef það svo, það hugsanlega merkið skipulagða brotastarfsemi, vegna þess að það eru bara fagmenn sem eru komað, þess að bara fólk hverfur og drepið og það ekki nokkur leið að greina eitt eða neitt var þetta geranda í því máli. Og það felst líka þá ákveðin ógn í því að þannig að ég sem vitni mun aldrei gefa mig fram. Aldrei gefa mig fram. Sko það þetta. Þannig að spurningin okkur erum við með óupplýst manndrápsmál á Íslandi? Nei, við erum ekki með það. En við höfum haft manndráp á Íslandi sem hægt að rekja til skipulagðrar brotastarfsemi. Það þetta rauðagirsmáli sem kannski skólabókardæmi, hluta til kannski guðlagsmáli, það svona laus beislaður hópur sem setur sig saman að kúa einhvern einstakling eftir peninga og nota einhverja átillu til þess að fyrir fyrirslá. Ábyrtingu að það var hægt að ná í peningu þarna til þess að launa öðrum sem hafi tekið með í annan. Þannig þar höfum við svona skipulagðar. Svo annað, en hjá okkur sem sagt við getum beinlínis ekki kannski séð með manndrápsmálin, en samt sjáð merkjum það, algjörlega, en svo það svona alvarlegar líkamsárásir sem ekki eru kærðar. Ég nefnilega held, og þetta eitthvað sem ég myndi vilja fara að skoða nánar, að sé kannski talsvert það, vegna þess að það þá ofbeldi í undirheimum og þetta bara ekki tilkynnt eða kært, þess að menn bara þoraði ekki, sko. Þú veist hver bak við þetta, sko, og þú ætlar ekki að fara að kæra hann, sko. Því að það verður bara slæmt fyrir mína fjölskyldu eða barnið mitt eða eitthvað, að þá ert í svona lifur eða svona ógnaröryggi. Og vilt ekki missa hina hnésskilina. Nei, vilt ekki missa hina hnésskilina og málið ég ansi hræddur að þetta sem meira við gerum okkur grein fyrir, að menn sé ekki að tilkynna það að verða fyrir jafnvel mjög alvarleg ofbeldi, að menn bara býtið af sér, sko, vegna þess ótta sem þeir lifa við og þetta eitthvað sem ég, eins og segi, myndi vilja rannsaka nánar í okkar samfélagi, sko. Því að þarna verða þá eitt dæmi að skipulagða brotastarfsemi sem búin að festa rætulldi í samfélaginu og ógnandi fyrir ákveðna hópa í samfélaginu, sko. En með þessi skýrsla og sömuleyti það að við þurfum að auka viðspyrnu lögreglunnar til þess að eiga við þetta stundum, af því að maður bara fæddur skeptískur. Stundum þá minnir mér þetta á svona ástand sem í Bandaríkjunum núna, þar sem verið að magna upp einhverja ógn að óvininum hið innra og þess vegna þurfum við að hafa meiri tæki til þess að kveða niður og annað slíkt. Það ekkert svona sem að lögfræðingurinn óttast í sambandi við þetta, að verði til svona einhver svona stemming að til þessu út af einhver svona hryllilegum málum. Það sé gert á mikið úr þessu. Já, að allt í einu við komið með lögregluna sem að bara hlera alls konar fólk og þeir fara náttúrulega bara að hlera að ég nú svona vinstra fyrir lífinu að ég vil bara vera að hlera kommunista og sósíalista. Það yfirleitt þeirra að lokka færi meiri tæki til þess að gera hlera. Já, sko, á þess að ég fari að taka sko einhverja endilega lögfræðilega mælikvarða á það, að þá held ég, þá mín tilfinning svo, ég hef svo sem auðvitað verið í þessum heimi sakamála frá því að ég lauk mínu lagaprófi, byrjaði að vinna hjá ríkissaksóknara og hef unnið innan löggæslunnar og dómsmálaráðuneytisins og í refsirétti svona í raun og vera mestu leyti alla tíð, þannig að maður hefur nú svolítið lifað þessa tíma síðastliðin 30 ár. Og sko mín tilfinningu svo ef ég lít tilbaka að við höfum vanmetið verulega í gegnum tíðina þá hættu sem að okkur hefur stafað af skipulagðri brotastarfsemi og við séum kannski fyrst núna að átta okkur á því
hvað þetta langt gengið án þess að við höfum brugðist við því af þeirri festu og með þeim forvörnum sem hefði þurft. Ég upplifi samfélagi þannig í mínum huga að gera of mikið úr þessu. Það er ekki mín tilfinning en hvort að einstök lagaákvæði mögulega geri það kleift að lögreglan geti misnotað aðstöðu sína. Ég skal ekki segja það, en án þess að hafa forvirkar rannsóknarheimildir, þá munum við alltaf verða eftir á, aldrei á undan. Eitt í þessu að það kemur fram hérna að hluta þessu bara EES-samningurinn. Opna landamærana og Evrópa er einn markaður. Því miður fengum við ekki í bankana og kannski voru vonast til að fá maturbúðir eða eitthvað til þess að draga eins úr ógrinu hérna. En við fengum dópið. Það eru erlendir aðilar sem hafa komið og séð eins og þú ert að benda á að Ísland er ágætis markaður. Það er hátt verð og það er bæði Íslendingar og erlendir aðilar sem eru bak við þetta og þetta er net viðskipta og ákveðin verkaskipting og allt þetta og stundur ná í einhverja og stundur ná í einhverja sem eru kannski ofarlega í keðjunni en við erum kannski oft mjög mikið bara með smáfiskarna sem eru svo til dæmis að smygla. Þannig að hluta til þetta svona óhjákvæmileg þróun. En það getur líka verið hliðin af því væri það að þegar þessi þróun verður og þá verður lögreglan að efla sig til þess að geta átt við nýja tegund af skipulagðri glæpastarfsemi sem að oft er bara rekin erlendis frá. Alveg klárlega og ekki bara rekin af útlendingum erlendis, heldur eru Íslendingar erlendis líka sem eru bak við þetta sem eru bara þess vegna í Suður-Ameríku eða Tælandi eða einhvers staðar og sjá bara þennan marka hér á Íslandi geta gert það Það má kannski segja að gott dæmi kannski upphafið af þessu sem var sýnilegt það hvernig til dæmis fíkniefna innflutningu náði yfir landamæri og var samstarf innlendra og erlendra aðila var líkfundamáli á sínum tíma. Þar sem að þessi maður sem að lést vegna þess að hann kom ekki frá sér þessum hylkjum sem hann hafði gleypt að hann þar virtist aldrei hafa náðst í höfuðpaurinn en hann var frá Litáen að mig minnir, hann kemur með þetta í iðrónum til Íslands, þar bíða hans íslenskir samstarfsmenn sem að sækja hann á völlin og fara með hann heim til sín og reyna svo að hlúa að honum án þess að leita til læknis þannig séð nema bara svona kannski neðanjarðar. Og það enda með því að hann deyr og þá afhjúpast þegar að líkið af honum finnst að það vissi náttúrulega enginn að þessi maður var hér almennilega á Íslandi eða hans væri saknað. En það er svona svolítið tímamótamál allavega svona í lögfræðin og í minni kennslu það að þarna allt í einu sáum við að þarna var komið samstarf á milli landamæra í fíkniefna innflutningi. Ég er ekki að segja það hafi ekki gerst áður, en þarna fengum við að beint í andlitið og það markaði svona ákveði upphaf að því að við opnuðum augu okkar fyrir því að þetta væri ekki bara erlendir aðilar eða bara innlendir aðilar, heldur væri þetta samstarf Íslendinga og útlendinga. Ég man eftir í einhverju af þessum skýrslum lögreglum, þá kom þetta mitt fram að það var eiginlega einkenni á íslenskum undirheimum að þar væru samstarf á milli ólíkra hópa. Það væri ekki bara albanska mafían eða eistneska mafían eða þegar ég var ungur maður í Lundi þá var búlgarska mafían sem rak næturklúbba því að glæpamenn gera það sem hið opinbera gera ekki, þannig að það var farið í búlgarska næturklúbb. Þeir kannast við þetta þessi svona og þú varst að tala Rússa eða fall Sovétríkjanna og rússneska mafían í Bandaríkjunum og það er talað við þekkjum þetta bara úr fréttum, alls konar. En það var talað að einkenni á Íslandi væri það að þetta væri miklu blandaðra. Þetta væri blandaðir hópar, eða bara atvinnu glæpamanna sem að gætu stundað viðskipti við fjarskylda. Stundum með mafía þannig að það borgar sig að skipta við frændaðinn af því þú ert að eiga viðskipti yfir landamæri og annað slíkt að hinn ókunni mun alltaf svíkja á endanum þannig að þess vegna er eiginlega betra að vera með þetta í ættinni. Já, tilfinningatengsli. Blóðið þykkara vatn og allt það. En það var eiginlega einkenni á íslenskum undirheimum að þarna væri samstarf á milli ólíkra
Já, það er rétt. Við fengjum alveg dæmið það, sko, það sem mörg þjóðurinn komið sög ákveðna mála, sko, mandarsmáli, rauðakerri til dæmis ákveðs dæmið það, sko. En það er svona, þú veist, veltur stundum fyrir sér tungumálunu, þú veist, þetta hvernig menn geta kommunikera beint á milli, sko, þegar menn koma á kannski svæðum þar sem kannski menn tala ekki ensku eða eitthvað slíkt, sko, en menn verðast eitthvað leyti hafa geta komist yfir það, en þetta eru alþjóðleg net, alveg klárlega sem er bak við þetta. En svona almennt má samt segja þetta, orða þetta einhvern veginn þannig. Þetta eru svona skipulögð brotastarfsemi, þetta eru svona götustráka samtök meir og minna. Þetta eru raunverulega yfirleitt oft bara fólk sem kemur úr bara kannski neðri lögum samfélagsins og einhverju leyti að byggja sér saman til þess að hafa eitthvað upp úr þessu og verða ríkir og allt það, sko. Þetta er ekki úr efri lögunum, sko. Þú veist, þetta er ekki, þú veist, efnahagsbrot eða neitt slíkt, sko. Þetta er svona áhugavert að maður skoðar þessi stéttalegu ljósi, sko. Þá eru skipulagðar brotastarfsemi sem kemur raunverulega úr svona hópum svona sem einhverju leyti, já, hafa staðið illa, sko, bæði efnahagslega en líka félagslega, menningarlega, eins og Ítalirnir með í Bandaríkjunum sinni tíð, sko, því að þeir voru ekkert velkomnir, sko, þú veist, þeir ætluðu að fara að kjósa eins og hver annar og ætluðu bara verða jafnvel forseti í Bandaríkjunum, þetta er eitthvað sem voru búin að koma sér vel fyrir, sko, vildi ekkert sjá, sko, og svo voru við drekkandi vín á daginn og svona, rauðvín og svona, þeir líst ekkert á þetta, sko, þannig að það láta menn vita af því, hverju stjórnaði í landinu, sko, þannig að sömuleyti er svona ákveðin slagsíð í þessu öllu saman, sko, sem áhugavert útskýra vegna þess að það er litið á að það sé miklu hærri glæpatíðni með innflytjenda og þá vil ég því líklega koma og það er vegna þess að innflytjendur eru fjölmennari í lægri stéttunum, þeir eru fjölmennari með þeirra hópa sem að fá ekki inngöngun í samfélaginu, hafa ekki bakland, sko, og þannig að ef þú leiðréttir fyrir þessu þá er þetta ekki þjóðerni sem ræður, heldur en staðan í samfélaginu. En svo er önnur skýring á því líka, því að nú er líka kenning sem gengur út á það í afbrotafræðinni að löggæslan hafi meiri gætur á jaðarhópum og innflytjendum, þannig að það sé miklu aktívari löggæsla í kringum þetta fólk, ekki af því það fremji endilega fleiri brot en þau uppgötust frekar. En talandi um fjölþjóðlega glæpastarfsemi, því að hún er vissulega mikil ógn hér á Íslandi, ásamt öðru, að ég var í tengslum í mína kennslu, þá skoðaði ég ársskýrslu ríkissaksóknara 2013, sem er aðgengileg á netinu og engin eldri en það. Og þá sá ég að fjöldi ákærðra einstaklinga, það var auðvitað tiltekin tala, hún var á milli 1 og 2000, að hlutfall erlendra ríkisborgara sem höfðu verið ákærðir á Íslandi þá var 10%. Og bara svona til þess að ef að þetta eru mælikvarðar, en í nýjustu ársskýrslu ríkissaksóknara sem er frá 2023, ef ég skoða fjölda ákærðra einstaklinga, sem eru líka í kringum 2000, að þá er það 31% þeirra eru erlendi ríkisborgarar. Og þetta er bara athyglisvert og auðvitað er hér og þar voru til dæmis Pólverjar fjölmennastir sem eru auðvitað eðlilegt líka því að við höfum verið að biðja þetta fólk að koma til Íslands til að vinna og hér er fjölmennt auðvitað pólskt samfélag. Mjög stórt. Mjög stórt, já. 20% þjóðurinn eru erlendir ríkisborgarar og það er helmingur eru Pólverjar, sko. En það var bara svona, ef maður lítur á þetta sem einhvers konar mælikvarða eða vísbendingu, að þá höfum við á þessum 10 árum farið úr 10% ákærðra einstaklinga af erlendu bergi brotnu eða erlendi ríkisborgarar yfir í þriðjung og það er ansi... Það er mjög mikil breyting, en það er líka mjög mikil breyting bara varðandi, sko, útlendinga á Íslandi með bara síðan 20-30 árum, sko, og svo verðum við líka greina betur, hverjir eru þessi 30% útlendinga sem er ákærðir, sko? Þú veist, þá þarf að taka burðardýrin frá því að það eru bara túristar og svo þetta... það er bara eins og því að ég skoða þetta og svipaleiti 2015 með fangelsins, sko, verið fangelsins, útlendingar eða Íslendingar, að þá komst ég að því að meðal þessar útlengur í fangelsi, það var helmingurinn bjóð ekkert á Íslandi, sko. Hann var bara einn í fangelsi að sitja af sér eitthvað brot sem þeir voru komið til Íslands að hluta skipulögðu brotastarfsemi eins og til dæmis bara innbrot, þú veist, bara þjófnaðir í búðum, þú veist, eitthvað slíkt og auðvitað fíkniefni mest auðvitað, en það hafa verið skipulögð glæpahópar sem hafa herjað á Ísland hérna, sem koma beinlínis bara hingað til þess að stela og brjótast inn og allt þetta. Það koma bylgjur af þessu hópum hérna hingað inn, við vitum þetta síðustu ár og einhverjir af þeir eru teknir, endi í fangelsi, en þeir hafa ekkert með Íslandi sjálfs
að gera fyrir, þú veist, ég meina þannig að þetta oft blandast af umræðan þannig sko, þetta séu bara útlendingar á Íslandi, þeir eru að koma með glæpi til Ísland, sömu leyti, en greinum þetta aðeins niður, þeir sem búa hérna sem innflytjendur, þeir eru ekkert að fremja fleiri brot en ég vil segja, þetta er kannski vísbending þessa fjölþjóðlegu glæpastarfsemi að þetta rennur í gegnum Ísland og við þurfum að vera, sko, ég er ekki að segja að þetta séu útlendingabúsettir á Íslandi, heldur en þetta merki þessa ógn sem okkur stendur af brotastarfsemi yfir landamæri. Þannig þegar fólk að leika sér núna að reikna í huganum, hann að rúmlega 30% eru meðlend ríkisfangi í fangelsónum, það eru 21% íbúana sem eru þá eru við að taka líka túristana sem eru hverju sinni, þannig að þá eru við kannski komið með útlendingana upp í 27% af þeim sem eru á Íslandi hverju sinni, af því að hluti af þeim sem eru í fangelsi hafa engin tengsl í Ísland en bara að vera túristar. Þú nefndir Búðarhnupl. Það er ég vesla í búð á Laugaveginum og þar er komin svona öryggisskýrsla, bara 2 ár síðan það gerist. Stendur alltaf einhverjir menn við kælinn einhvern veginn að fylgjast með konunum. Ég býstu að þetta sé vegna þess að þetta er ekki vegna þess að svona venjulegt Búðarhnupl, einhver sem á ekki fyrir smjörstykkinu. Nei, akkurat, því þeir sem eru með samtök svona verslunareigenda, þeir hafa oft komið fram og vera fjallum þetta með Búðarhnupl og þeir vilja tengja þetta mjög mikið við svona erlend glæpagengi, Ekki mikið að þetta sé svona vandi sem beinlínis Íslendingar sem gera þetta, bara venjulegir Íslendingar, kannski alltaf eitthvað, kannski börnuð eitthvað, en í raun og veru það sem er mestur kostnaðin er einmitt bara svona skipuleg brotastarfsemi í kringum Búðarhnupli, Þannig að hugsanlega er þessi gæsla sem þú ert að verða vitna, að einhver leiti hluta því. Það er alltaf, alla daga. Alla daga, Þannig þeir eru væntanlega til að spotta eitthvað slíkt, hvort það sé að einhver professional þjófar. Þetta kostar að vera með... Já, þetta fyrir beint í verðið okkar, þið vitið það. Við hækkum aðeins verðið bara túkall á allt, þannig að við borgum fyrir þessu löggæslu, en samtök verslunareigenda hafa með talað þessa hættu, þannig að þetta sé mikil kostnaður fyrir þá og það er svo sem engin ástæða kannski beinlínislega að rengja það, ég reyndar að vera ofta að reyna að tengja þetta við gögn lögreglu sambandi búðaþjófnaði og það sýnist mér þetta bara mikið vera Íslendingar, alls konar Íslendingar og það er oft talað þessi meira konur, meira oft bara konur og eitthvað oft talað þessi bara konur að stela en kallar eru samt algengari sem þjófar í búðum, en konurnar eru reyndar aðeins hærra hlutallar en maður sér í öðrum brotum, en allavega þegar maður ber það saman við þessi lögreglu þá sér maður ekki alla þessi útlendu glæpahópa beinlínis í gögnunum hjá þeim. Kaupmennirnir halda því fram. Já, en samtök verslunareigenda þetta halda alveg fram og þeir hafi alveg örugglega fyrir sér í því, En ef það væri að þá ætti að vera til svartamarkaður fyrir stolnar vörur. Í einhverju máli sem held ég að við uppgötast að þá kom fram að þetta var bara sett í gám og út. Já. Það er örugglega til í, bara í mörgum tilfellum og svo er ekki alls konar svona netun og svona, ég veit ekki hvað það heitir, bland.is eða eitthvað, ég átta mig ekki alveg á því, en væntanlega er eitthvað sekundari markaður hérna á Íslandi, það sem menn er að selja með svona stolnar vörur, og svo er þetta eins og þú nefnir líka, þetta er mikið kannski útlendinga bakveita og þeir eru með einhverja leiðir að koma þessu út úr landi gegnum gáma, það er ekki að skoða kannski einhvern einasta kám sem fer frá Íslandi, þannig að ég býst þessi eitthvað slíkt, þannig að séu menn með eitthvað slíkt á bakvið, Þetta er það sem að ég verður við og vera skipulagði glæpastarfsemi, það er öryggisvörðurinn í Bónus og í Kjörgarði. Já, en svo er bara að fara á skemmtanalífi, maður reynir að átta sig á því. Ég er stundum með stúdentana, það gera eitthvað verkefni, að reyna að fara út á skemmtanalífi og reyna að átta sig á því varðandi með fíkniefnamarkaðinn. Það kom fram í bankastrætismálinu að þar voru dyravarða klíkur sem áttu að stóru leyti fíkniefnamarkaðinn inn á stöðunum. Það kom fram það. Þegar maður las það, auðvitað er þetta þannig. Dyravörður ræður hver er á staðnum. Þannig að einhver tíma kemur dyravörður og segir að ég ekki bara taka þetta yfir. Þessi viðskipti sem fara hér fram, af hverju er ég að hleypa þér inn að selja og fá eitthvað kött hjá þér. Ég bara tekja þetta yfir. Þá fannst sem að koma í ljós að það voru svona nokkrum stöðum og þetta voru eiginlega erjur, það voru landamæra, svæðiserjur, tveggja klíka. Akkurat, það er það sem við fengum í fréttunum með þetta, það væri það og það er engin ástæða að lefast það. Það var klárlega eitthvað þarna í gangi, það er erjur á milli hópa saman til gæslu, þannig að það er megin starfsemi þar er lögleg, það er að segja þeir eru dyraverðir, en svo er þetta eitthvað hlíðardæmi væntanlega hugsanlega sem er í gangi hjá þeim, vegna það er löggjöfin skipulega brotastarfsemi, þá er þetta spurninginu það að þetta eru svona samtök einstaklinga sem er að fremja brot sem er alvarlega einhvað 4 ára í fangelsi eitthvað slíkt og þetta er þeirra megin niður, eða raunverulega það sem er að gera og með þessa hópa
þeirra megin niður að vera í dýragæslu sko. En svo erum við þess að auka búkurinn sko. Þannig að þetta er spurning svona grátt svæði í löggjöfinni, þú veist við tala þetta kannski skerpa eitthvað á löggjöfinni sko, varandi það, vegna þess að ef maður skoða löggjöfina og þessa þessara dyravarða og segjum að þessi skipulagðir glæpastarfsemi eins og margir halda, að þá eru strax komin í grátt svæði varandi það hvort það sé hægt að beita þessi ákvæði á þá sko. Ég veit ekki hvort að maður þurfa að taka það fram að þetta samtal okkar ekki það að allir dyraverðir séu. Nei, akkurat. Ég myndi alveg sjálf taka það fram. Við erum bara í tengslu við þetta bankastæðismál sko, að það koma einhver sögæri. Þetta eru fullt af dyraverðir sem kom ekki nálægt þessu sko og alltaf er rétt að vona það og ég er alveg sannfærður að svo sé. En við tökum eftir í samt við dyragæslu, það er töluvert mikið líka útlendinga í þeim störfum sko. Þú veist, þannig að þetta bara virðist vera einhver vettvangur bara útlendinga, bara ágætis útlendingar, bara heiðvirðir og allt það, en þeir fá starfi í þessu. Þeir eru jaðri vinnumarkaðar eins og þetta er svona dæmi svona harkakerfið að vera í dyravörslu. Það er kannski ekki sérstaka sérfræði kunnáttu og annað, þannig að þetta eru störf sem þá frekar kannski auðvelt að fá. Já, þetta er svona vaskur til líkama og svona. Já. En varðandi þess að svona póka í samfélaginu, eitthvað er svona stundum með tíska og við erum búin að vera að tala í Bandaríkin að það kom með þess að tíska frá skipulagðri glæpastarfsemi að klæða sig eins og þeir. Það líka þegar heitulyfjasalan fór upp í Harlem og þá kom svona tíska í kringu það og það er reyndar oft þannig að glæpamenn búa til tískubylgjur. Það er bara einhver leiti þannig að þetta er eitthvað svona goth punkað einhver svona jaðarhópalúk. Já, það er kannski ekki við fyrir mikið skiptum klæðna, en kannski krakkarnir. Já, krakkarnir sem eru kannski með það sko. Við sjáum þetta bara í dægurmiðlunum, við sjáum þetta í kvikmyndunum, við sjáum Scarface myndina sem ég býst við að þið munið eftir og allt þetta er svona ákveðin rappið sko, við sjáum ákveðin ljóm yfir þessu og þetta er að þannig þegar kemur svona tíska inn í kannski unglinga menninguna, það er að segja mér sem kannski verið jákvæðar athugasemdir lífstílinn, svona útlaga lífstíl og fíkniefnaneyslu eitthvað slíkt sko, þetta hefur alveg áhrif sko. Þetta er þessi svo að vera með hníf á einu tímabili, hvað er að þér? Þetta er hníf, segir ykkur, en núna segir það enginn sko. Það er bara viðurkennt. Einmitt viðurkennt að þýletin til sko, jú, þetta er með hníf, ég ætla til að verja mig sko, því það er svo mikið alls konar skipulum glæpabrótahópum að úta, ég ætla sjálfsagt ekki láta það vallt yfir mig sko, þannig að það er komin einhver slík hugmynd að ferða inn í skemmtanalíð. Ég held reyndar vona að þetta sé nú mikill útleið hjá okkur og hafi kannski aldrei náð beinlínis að festa rætur þessi hnífabröður opinberu vettvangi, að því að við vorum með mikið átak gegn því sko, og þetta vona maður hafa haft áhrif sko, en þetta var samt hægt að benda á merki þetta í tilteknum hópum á Íslandi fyrir 1 og 2 ára síðan að hnífur væri eitthvað sem væri nauðsynlegt að bera vegna þess að þetta væri bara svo kaltan úti. Til að verja sig, það var bara voru rökin til að verja sig. Fyrir 15 árum voru svona handrukkarar voru eiginlega svona áhrifavaldar, komu mikið í viðtölum og það var svona glamúrvæðing ofbeldi. Sá sem mest bara á hann reynda fallin frá en hann var svona, allir hissa að byrja okkur þetta orðið eitthvað stórstjarnar hérna, þekktur handrukkari. Og svo líka kannski að maður geta sýnt eitthvað ákveð ríkidæmi og verið flottum fötum og eitthvað svona glæsilegt að þú út með barnum og kaupa dýrustu kampaðin eitthvað svona. Þetta verður glæsilegt í augum sumra, einhverja. En ég nefni þetta því að mér fannst áhugavert þegar hérna í Guðvinismálinu, þegar sakborningar eða þeir sem voru dæmdir að labba út, að það var eitthvað svona tónn í þeim sem að mér fannst sérstakur. Í fyrsta lagi þá voru þeir ekki að hylja andlit sitt. Einn að labbað út og sagði það er ekki alltaf jólin, sem svona það sem þú segir ef þú ert bara búin að finna þína hillu og þú veist það gengur stundum vel í vinnunni og stundum gengur illa og þannig að þetta hljómar eins og maður sem ætla bara að vera í þessu bransa og hinn sagði eitthvað svona Gucci eitthvað sem er eitthvað. Það er allavega ekki neitt merki svona yðrun eða eitthvað samviskubit og tónni svona ef ég hefði verið að horfa á þetta sem svona bíómynd þá þetta eru persónur sem telja sig vera réttir í hillu lífum. Já, þeir eru bara búin að tengja sig þessum lífstíl og það sem hann var að gera sko. Þetta var ekki nappaðir og sagt úpsi nú verið ég að vera venjulegur, þetta var ekki þannig. Nei, þetta var ekki þannig sko. Það var merkilegt sko. Þessi viðbröðum mitt og akkurat varandi það sko, það væri bara einhver lífstíl sem væri bara hluta á hann sko, sem hann skammaði sér ekkert fyrir sko. En það er margt í þessu og það er til dæmis hvernig þessi glæpahópar teygja sig hingað og þangað innan samfélagana og valda mikilli ógn og skaða og núna sjáum við til dæmis að sænsk yfirvöld eru með það í pípunum og hafa gert dröga frumvarpið sem að lækkar í
tímabundið í 5 ár, sakhæfisaldur niður í 13 ár, þannig að 13 og 14 ára börn eru sakhæf ef að þau eru viðriðin alvarleg brot sem geta varðað 4 ára fangelsi eða meira. Og það til þess að koma böndum yfir þá sprengjuárásir, alvarlegar líkamsárásir og morð. Og þetta nú ekkert svo sem þetta frumvarp hefur ekki verið lagt fram í þinginu. Ég gæti nú ekki séð það, ég var að skoða þetta síðast í gær og engin fullvissa fyrir því að þetta verða lögum. En þetta kannski bara sýnir okkur hversu mikilvægt það er fyrir okkur að hlúa að börnunum og ungmennunum á Íslandi þannig að við séum ekki að til þess að reyna að draga úr náttúrulega bæði ógæfu þessara einstaklinga og þeirra sem eru í kringum þá og eins til þess að koma í veg fyrir að þessir hópar sem eru á þessari vegferð að fremja glæpi, endurnýjunin sé þá allavega minni. Þannig að það er kannski það sem að mér finnst mesta áhyggjuefnið hér á Íslandi, það er að reyna að vernda þess börn og ungmenni fyrir þessum lífstíl og þessu fólki og þessum heimi sem er eins og kolkrabbi. Hann næra að teygja sig svo langt. Kolkrabbinn er í lögunum sko, en ekki kolkrabbinn í hefri lögunum. Nei, ég meina það. Kolkrabbi í þeirri merkingu að hann seilist svo víða. Alveg. En í öllum öryggismálum að þá er alltaf annarkvort notarðu svona hard power sem er að auka getu lögreglunar eða þú getur notað soft power að reyna að draga úr misskiptingu eða jaðarsetningu og fleira sem við vitum að nærum þetta. Best væri ef þetta væri samhliða myndi ég halda eins og staðan er núna. Allavega meðan við erum að koma böndum yfir þetta. Mér finnst þessar hugmyndir. Við höfum aldrei komið böndum yfir skipulagða glæpastarfsemi með ofbeldi sko. Þeir bara vopnast. Þegar við erum að vitna hérna til sögu Bandaríkjanna. Já, og þá er ég nú kannski að meina... Þar eru komið lögregluna bara, ég held að séu bara komið með hríðskotabyssur út á götu. Trump er komin með þjóðvarliði bara alvakna á Vesturlandagötur. En það er nú kannski eitthvað þarna á milli, en ég held að staðan í dag og svo ók sem okkur stendur og skipulagðri brotastarfsemi hafi gert okkur ljóst að við höfum ekki sinnt því sem skyldi. Við höfum ímyndað okkur að einangrun Íslands og fjarlægð frá öðrum löndum væri gerð okkur einhvers konar safe zone en sem bara er ekki veröldin lengur. Bæði er það neti sem hefur breytt þessu en líka þessi auðveldu flutningar á milli land og þetta aðgengi. Það hefur leitt til alvarlegri stöðu fyrir Ísland heldur en kannski. Ég veit ekki hvort þá segja við höfum áttað okkur á, kannski áttuðu menn sig á því en höfðu bara ekki tæki og tól og mannskap til þess að gera það sem að þurfti. Nei, við sjáum þessar áhyggjur á Norðurlöndunum, þess að Sala kom inn á sko, ég finna í Danmörku og Svíþjóð, það er í undirbúningi svona einhverju löggjöf að þyngja refsingar sem er í tengslum skipulagða brotastarfsemi. Að ef þetta er hlutað einhverju gengi að þá bara tvöföldu við refsinguna sko. Það sýnir bara eða svona ákveðna líka örvæntingu, það er sama líka núna eins og Svalar að koma inn á að gera börn sakhæf bara, 13 ára börn séu bara sakhæf eins og fullorðnir einstaklingar, þetta er svona, mér finnst þetta eins og segi, lýsa svona ákveðna örvæntingu hjá Svíum, það eru að horfa upp á þetta að börn eru notuð til alls konar óhæfi verka eins og til dæmis að sprengja eða drepa og eitthvað slíkt og þeir einhvern veginn telja með því að beita þessu réttlægustu úrræði að þá geta einhverju leyti haft heimil á því sko. En ég held að menn þurfa að grípa meira til svona að horfa til lengri tíma með forvarnir og þessara jaðarhópa sem einhverju leyti dragast inn í þessa starfsemi eða gera eins og lefna einhverju leyti á sama tíma, bæði þessar hörðu aðgerðir og þessar mjúku aðgerðir en þessi leið að fara tvöfaldar refsingar og gera börn sakhæf, ég er ekki viss að það sé leiðin til þess að fara áfram sko en forvarnendar sé mikilvægri með það Stundum er umræðin þetta fer eiginlega í svona 2 farvegi annars vegar þetta sé ógn sem að kemur eiginlega utan að samfélaginu okkar eða þetta sé sjúkdómseinkenni í samfélaginu okkar og það er svolítið munur á því hvað þú horfir á þetta og þegar kannski freistandi ef þú horfir á þetta sem ógn og utan þá bara verður þig fyrir þessu og horfir kannski ekki á það hvað við erum að gera til að fóðra þetta
Þetta getur verið hvort tveggja. Og það í dag þetta alveg svona orðið, þetta alltaf samblanda, þetta ekki eins og í gamla dæma sem opið, þetta hlýtur utanbæjarmaður sko, þetta náttúrulega þekkt sko, að vera þetta ógnin komið utan sko, en í dag við þessu opnið landamæri, þá erum við meira og minna bara, það eru þúsundir sem koma inn á hverjum degi til Íslands, inn og út sko, þannig að þetta orðið mjög fjölþjóðlegt allt saman, alþjóðlegt, þannig að þetta alveg rétt hjá Svölu, þetta ekki sama vörnin eins og það var sko, við upplifum þetta alltaf þannig, það væri utan að koma út óg sko, bæði fíkniefnin væri svo baktería sem kom 1970 sko, eða COVID eða eitthvað slíkt sko. Nú vitum við einhvern veginn að þetta auðvitað líka framleitt hér á landi. Þetta Íslendingar í þessu og allt það sko. Þetta komið einhvern veginn til okkar. Þetta mjög áhugavert umfjöldunarefni, enda þetta eitt af vinklunum á samfélagsbreytingunum sem við erum að upplifa. Alveg klárlega. Svala og Helgi, kærar ekki verið að koma og ræða skipulagða prótestastarfsemi. Við ætlum að vera hérna áfram með rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og næsti kapli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.